Valsadeildinni til Akureyrar í K.A.-heimilið þar sem að innan skamms hefst fjórði leikur K.A. og Vals Íslandsmeistaratitilinn í handknattleik. Hérna hjá mér Jakob Sigurðsson, fyrirverandi fyrirliði íslenska landsliðsins og fyrirliði Valsmanna í mörg ár og hann ætlar að fylgjast með þessum leik hér með mér. Jóhann Ingi Gunnarsson sem hefur verið okkar aðstofamaður á ekki heima á Keil og við sendum honum góðar kveðjur þar sem að hann er. En Jakob, þessi leikur, umgjörðin glæsileg. Ég held að umgjörðin geti þess ekki verið betri. Fossmekkurinn að þessu, hann geysilega góður og það eru ennþá 20 mínútur í leik og ég held eins og sé, hún geti tæpast verið betri. Og við skulum aðeins reyna að fanga stemninguna áður en að leikur hefst. Það eru ennþá 10 mínútur þar til að leikurinn byrjar og við ætlum að skipta hérna niður til Ingvars Hannesson og Samúels Arnar Erlingssonar og við ætlum að reyna að ná aðeins smá ögn af stemningunni. Já, Arnar, það er stemning hérna niðrið, það fer ekkert á milli mála og ég er hérna staddur þar sem að heimsmyndin er býsna gul. Konurnar eru við hliðina á mér, ég er búinn að biðja strákana að hafa sig hæga en ég held að þeir ætla að byrja núna. Ég held að við höfum hafið eitthvað sem verður erfitt að stöðva en hér má finna margt kunnuglegt Akureyri í andlitið og hávaði hérna niðri hann er rosalegur eins og það hafið góða eyrun. Ingólfur Hannesson er hérna í hinum endanum og ég veit ekki alveg hvað hann er að bralla en það er þó heldur meiri fjölskyldustemning á honum held ég. En við skulum vona það, þessi spjöld verði ekki á lofti í þessum leik en það má sjá hvernig stemningin er. Hér er mikið af fjölskyldu fólki á leiknum og það er kannski það sem gerir stemningunum svo sérstaklega. Hér eru ungir og allir og við ætlum aðeins að heyra hljóðið í smáfólkinu hérna. Kemur þú oft á leiki hérna? Já. Er gaman? Já. Kemur með mömmu eða pappa? Mömmu, pappa helst. Pappa helst, það er gaman? Já. Og hverjum heldur með? Hver er bestur í K.A.-liðinu? Valdimar og Patrekur og Alfred. Allir jafn góðir? Já, já. Æfirðu handbolta sjálfur? Já. Og hvernig heldur þessi leikur fari? Hvernig fer þessi leikur? K.A. vinnur. K.A. vinnur. Segjar ætlum við ekki að skipta aftur til Arnars Björnssonar upp úr þessari stemningu sem hér er hjá áhorfendum og stuðningsmönnum K.A.-liðsins. Þakka fyrir Ingólfur og stemmingin eins og menn hafa kannski tekið eftir er ótrúleg, rafmögnuð stemming. Jakob Sigurðsson, þú ert búinn að vera á mörgum leikjum. Þetta hlýtur nú að fer fyrir ykkur þig? Já, það er ekkert að neita því. Dælan tekur nokkra ekstra slætti svona og þó sem maður hafi lesið margt stemminguna hérna þá hef ég nú aldrei trúað því að hún væri svona rosalega góð og þetta er með því betra sem maður hefur séð held ég. Og við skulum skipta aftur niður á gól til Samúels Arnar Erlingssonar sem er kominn í návígi við einhverja þarna niðri. Já, það eru K.A.-litir, bláir og gulir og þeir eru svo áberandi hérna í K.A.-heimilinu að þeir hefur það alveg á hreinu hvaða litir það eru sem gilda. Við sáum hérna í hópnum áðan K.A.-hár, K.A.-húfur, K.A.-þetta, K.A.-hitt og það nýjasta sem ég sé hérna eru K.A.-buxur og ég eiginlega er ásæðilega forvitin að vita hvers vegna K.A.-buxur. Ég bara hanna þetta sjálfur. Litaðar málarabuxur, hvítar sem er litaðar gular. Hvernig virkar þetta á leikinu? Þetta virkar mjög vel. Við höfum ekki tap á leik. Þetta eru skothaldar buxur? Já, akkurat. En þú ert ekkert með hatt eða ert búinn að lána hann? Já, akkurat. Þetta er sem sagt allt klárt. Þetta eru K.A.-litirnir. En við færum okkur yfir í rauðu litina eftir smá stund, aftur yfir hínarnar. Takk fyrir Samúel og nú styttist í leikar 5 mínútur þar til að leikurinn hefst og það er rétt að geta þess að dómarar í dag eru Rögnvald Erlingsson og Stefán Arnaldsson og þeir dæma þennan leik og hér má sjá Valsmenn í góðum gír og í góðri stemmingu. Valsmenn eru hér með fjölmenna sveit sem að fylgja þessu leik og Jakob, þessi stemming nákvæmlega, hvernig er fyrir leikmenn að spila í stemmingu sem þessari? Þetta er draumastemming fyrir hvernig næsta handboltamaður, það er engin spurning. Þetta kemur hugsanlega fram í auknum mistökum á stundum en það er samt sem áður, það er ekkert sem jafnast á það að spila í svona stemningu. Og Samúel Örn Erlingsson er staddur niður á gólfi, kominn í samband við einhverja Valsmenn. Það er aðeins
rauðari litirnir hérna inni á meðal áhorfenda. Þetta duglegur hópur Valsmanna sem lagði land undir fót og ég held að þeir þurfi að vera allavega tveggjamannamakar hver sig til að eiga við Akureyringar hérna í hrópunum. Evert, er þetta ekki vonlaus barátta að hrópa á móti þessum Akureyringum? Það er dálítið erfitt en við verðum að þenja raddböndin og það er tvöfaldur styrkur á hann í dag og við ætlum ekkert að gefa eftir. Var þetta erfiður túr norður? Nei, það var nokkuð góður túr og við erum bjartsýnir. Þið senduð framvarðarsveit hérna til að hlaupa fyrir framann KA-áhorfendurna með svona spjöld sem stóð áfram í val. Já, það var svona aðeins þess að láta þá vita að því hverju væri meistari. Þeir eru jú bikarmeistarar en það er annar titil æðri og það er Íslandsmeistarar og það eru Valsmenn og við ætlum að halda bikarnum all Hlíðarenda. Og KA-menn svöruðu þessu náttúrulega með því að senda annan flokk sem fór prúðbúinn. Og nú er verið að afhjúpa eitthvað KA-leynivopn hér út á miðjum vellinum og það er sjálfsagt að bæta því við leið og við sjáum þetta leynivopn afhjúpað hér. Að hér er margt stórmenni, æðstumenn bæjarins, Jakob Björnsson bæjarstjóri er einmitt að afhjúpa þetta og rétt áðan var forsætisráðherra að ganga hér í salinn þannig að hér er margt góðra manna. Já, það er víst ábyggilegt frábær stemming á Akureyri og ég vona að næstu mínúturnar verði jafn skemmtilegar á þessum leik sem að eins og hefur framkomið er fjórði leikur liðanna. Valsmenn unnu fyrsta leikinn 23-21. KA var hér á Akureyri í framlengdum leik 23-22 og Valsmenn unnu síðan í þriðja leiknum að Hlíðarenda 24-23 og Valsmenn geta með sigri í dag tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn en sigri KA þarf að heyja fimmta leikinn og þann síðasta í Reykjavík á þriðjudagskvöld. Jakob, svona, ef við reynum að spá í framvindu þessa leiks, hvernig heldur þú að þetta komi til með að byrja? Þetta byrjar að fullri hörku, ég lofaði því. Það er engin vafi á því. Það er spurning hvaða varnarleik KA leggur upp með í þessu leik. Ég á svona frekar von á því að þeir byrji með sömu vörn og þeir spiluðu hér í sínum síðasta heimaleik. Byrji með 6-0 vörn eða jafnvel afbyrða 5-1 vörn þar sem þeir hugsanlega að klippa Jón Kristjánsson eitthvað. Ég á ekki von á því að þeir byrja að spila í vörnarni að framalega og gera mót að vara Hlíðarenda í síðasta leik. Þeir fannst ekki reynast þeim vel. En við komum til með að sjá hörkubaráttu hér frá fyrstu sekundu. Valsmenn eru með yfirhöndina þessari baráttu. Þeir vita það með sigri geta orðið meistarar. Hvernig getur þetta slegið menn í leiks í þessu? Er þetta verra að vita af þessu? Það er náttúrulega sú staða sem Valsmenn er í gefur þeir alltaf möguleika á aukaleik sem að hugsanlega þýðir það að þeir koma að einhverju leyti afslappari til leiks heldur en KA-menn. Fyrir KA-menn er að duga að drepa og það kemur örugglega til með þetta marksetta leikinn. Á hvort veginn sem það virkar að þá komum við til með að sjá mjög jafnan leik. En hins vegar að pari þetta í 5. leik þá erum við náttúrulega komin í dæmi sem að samræmist í rauninni bikarúrslitaleik og þá held ég að sem sagt heimavöllurinn komið til með að skipta minna máli fyrir sunnan heldur en ella. Já, segir Jakob Sigurðsson, fyrrverandi þjálfari íslenska landsliðsins í handknattleik og fyrrverandi fyrirlið vildi ég nú satt af, hef ég satt þjálfari, maður er svo upptekinn hér af því að fylgjast með stemmingunni hér. Þú ert nú ekki orðinn þjálfari landsliðsins ennþá. Ekki ennþá. Kannski verður einhvern tímann í fyllingu tímans. En við skulum skipta aðeins niður á gólf til Ingólfs Hannessonar. Já, við tökum við boltanum inn á gólfið Sigurður Sigurðsson, fyrrverandi formaður handboltadeildar KA. Það er ánægjulegt að sjá þennan afrakstur starfsins hér í dag. Já, þetta er alveg frábær. Nú sér hvernig áhorfendur eru hérna. Þetta er örugglega bestu áhorfendur sem eru til á Íslandi. Nú strákarnir, þeir ætla örugglega að klára þetta fyrir okkur í dag og við viljum helst úrslitaleik í höllinni á þriðjudaginn. Hvernig fer leikurinn, tölum? Við vinnum með 4 mörkum. Vinnum með 4 mörkum, segir fyrrverandi formaður handboltadeildar KA. Við skiptum til Arnar, leikurinn er að byrja.